Það má kannski segja að skáldsagan Ör sé skrifuð upp úr drögum að leikritinu. Síðan leikritinu stungið undir stól og það dregið upp í haust og endurskrifað í vetur nokkrum sinnum. 6 sinnum, það ekki alveg. Minnstakosti 6. Já. Og þetta sko það sem sameiginlegt með skáldsögunni, það má kannski segja að þetta sé svona þjáningu mannsins og upprisu, en vonina, það að lenda í tilvistarkreppu og vinna sig út úr því. Þannig að ég nú svona vona að þetta verði heilandi verk í leiðinni. Leikriti sem tekst á þetta, hvort að maðurinn sé eina dýri sem gráti eða eina dýri sem hlægi, og ef það hægt að tala einhverja niðurstöðu þá yrði hún kannski svo að maðurinn væri eina dýri sem gerði hvort tveggja. Já, verkið fjallar Jónas Ebenezer sem 49 ára gamall, hann fráskilinn, hann handlaginn, hann lifir ekki kynlífi, hann býr í íbúð, í fjölbýlishúsi. Á hæðinni fyrir ofanan býr Svanur, vinur hans og kórfélagi. Jónas svona, hann vængbrotinn með hangandi haus. Hann nýbúinn að fá að vita að hann eigi ekki dóttur sína, Vatnalilju. Og þetta nú svona, svolítið svona sérkarllægt vandamál, menn að lenda í, að komast að því að þeir eigi ekki börnin sín, og það þar sem að ein setning hefur rænt hann barninu sínu, að þá eiginlega hann mjög svona hikandi með að hætta sér bara út í frekari samskipti við heiminn yfir höfuð. Í öllu falli að þá hann dálítið svona lokaður inn í höfðun á sjálfum sér og að reyna að leysa þetta vandamál á eigin spýtur, svona svo kannski kallar eiga til að gera, sko, þeir til dæmis bátt með stundum sumir með að spyrja til leiðbeiningum, þeir eru viltir einhvers staðar, svona áður en Googlið kom, sko, þá var þetta kannski stærra vandamál heldur en þeir í dag, en þeir ætla svona að leysa oft vandamálin kannski sjálfir, og þeir eru saman þarna félagarnir, Svanur og Jónas, að reyna að leysa vandamálin, reyna að skilja konur, reyna að skilja heiminn og þjáninguna og hvernig menn komast í gegnum svona dimma dali eins og Jónas þarna að ganga í gegnum. Og svo eru... Hann karlmennskuna. Já. Og líka kannski kynin, hvernig takast ólíkt á við það þegar þau lenda svona á vegg. Umfjöllunarefni sem til dæmis bara standa mér mjög nærri hjarta. Nú ég svona það bil að verða gjaldgengur miðaldra. Hér bil og kall og stundum í krísu og að fá að sitja með fallega þenkjandi listakonu og ræða þau mál, það nú ekki neðarlega á mínum vinsældalista. Sko Óli rosalega hvetjandi og jákvæður og hrifinn af öllu sem ég skrifa, og svo gerir hann bara það sem hann vill. Og Auður gerir sér svo vel grein fyrir því lögmáli að textin upphafsreiturinn í uppsetningu í leikhúsi, og svo verður til líf og hann hleður utan á sig og þar fá leikendur og aðstandendur að koma sínu inn. Leikhús svona hópíþrótt. Já, maður gæti alveg haldið að þetta væri alveg svakalega þungt verk, sko, og sársauka og líkamsvitund og kallmennsku og kallmenn í krísu og kallmenn á lopasokkum að drekka mjólk úr fernum beint að stútnum og svona, en það er mikill húmor í því. Það er eiginlega alveg hræðilega, sorglega, hlægilega fyndið. Ég náði bara að gráta og hlæja á renslinu. Já, einmitt á renslinu okkar daginn, já. Ég held að svona stærsti hópur leikhúsgesta á Íslandi séu konur á besta aldri sem gjarnan taka eiginmennina með.
það er svona, mér minnir þessi tileinkuð tölfræði sem sýnir fram á það að konur séu stærstu neytendur menningar á Íslandi. Ég held að sko í þessu verki muni bæði kona og kall fá dálítið fyrir sinn snúð sko. I don't know if I'm able. I don't know if I care. Where I sit at the table if you're not there. I have no beginning. I have no